Já, líkt og þið heyrið þá ákallið mikið aukna græna orkuvinnslu hér á landi til þess að mæta þessum skuldbindingum Íslands. Og við hjá Landsvirkjun, við ætlum að leggja okkar af mörkum og virkja til orkuskipta. En mig langar fyrst að byrja því bara að draga fram þessa staðreynd að framlag okkar til grænnar orkuvinnslu hér á landi heilmikið en við þarna eigum og rekum þessar 19 glæsilega afstöðvar víðs vegar landið. Og þar af höfum við á síðastliðnum 10 árum alls ekki setið auðum höndum vegna þess að á þeim árum þá gangsettum við 2 nýjar vatnsaflsstöðvar, 1 nýja jarðvarmastöð og reistum 2 vindmyllur. Og samanlagt eru allar þessar aflstöðvar að framleiða yfir 15.000 gígavattstundir af grænni orku á ári sem eru 73% af heildarraforkuframleiðslu landsins. Það gefur því að skilja að ábyrgð okkar mikil í því að tryggja skilvirka orkuvinnslu og framþróun og verkefni því fjölmörg sem við þurfum að sinna tengt eignastýringu stöðvanna með endurbótum og viðhaldi. Rekstur Landsvirkjunar á þessum aflstöðvum í meira en hálfa öld hefur skapað þjóðinni gríðarlegt verðmæti og við viljum tryggja að svo verði til framtíðar. Þessum tæpu 50 aflvélum tilheyrandi rafbúnaði og mannvirkjum þarf að hlúa að til að viðhalda tryggum rekstri enda mikið hagsmunamál. Á hverju ári verjum við 3 milljörðum í endurbætum á þessum aflstöðvum okkar. En til að mæta skuldbindingum Íslands þá þarf að koma til aukin græn orkuvinnsla. Og við höfum í áratugi unnið að undirbúningi ýmissa kosta og byggja þar á farsælli reynslu og þekkingu sem við höfum á nýtingu á okkar dýrmætu orkuauðlind. Þeir kostir sem eru hvað lengst komnir í undirbúningi og gætu komið til framkvæmda á næstu árum eru ýmist nýframkvæmdir á sviði vatnsafls, vinds og jarðvarma eða bætt nýting þessara orkuauðlinda sem hugsuð einhver sem fjárfesting til þess að geta aukið sveigjanleika kerfisins. En á baki sérhverri nýframkvæmd það liggur vandaður undirbúningur. Og við höfum sjálfbæra þróun að leiðarljósi þegar kemur að þessum undirbúningi á þessum virkjanakostum og við leggjum gríðarlega áherslu á þetta jafnvægi sem fæst á milli 3 meginstoða hennar, það er að segja efnahags, umhverfis og samfélags. Frá því að við greinum tiltekinn stað sem mögulegan virkjanakost að þá hefst langt ferli sem felur í sér ítarlega hagkvæmni og umhverfisrannsóknir ásamt löngu skipulags- og leyfisferli þar sem að stofnunum, hagsmunaaðilum og almenningi gefst kostur á að koma athugasemdum sínum á framfæri á ýmsum stigum verkefna. En það mikilvægt að standa vel að þessum undirbúningi áður en farið í framkvæmdir en þetta langa leyfisveitingaferli áhyggjuefni. Eitt af skýrum áköllum Sameinuðu þjóðanna að við leitum leiða til að hraða orkuskiptum. Í nýlegri skýrslu þeirra eru þjóðir hvattar til þess að beita sér fyrir einföldu og skilvirku regluverki án þess vissulega að draga úr gæðum eða kröfum. Líkt og Antonio Guterres undirstrikaði, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, undirstrikaði í grein sinni sem hann birti í Viðskiptablaðinu í sumar, við þurfum að ryðja úr vegi skrifræðislegum hindrunum sem standa í vegi fyrir verkefnum og það ætti að vera markmið okkar allra að beita okkur fyrir því. Við höfum varið miklum fjárfestingum í að undirbúa næstu virkjanakosti í heildina 20 milljörðum og liggur að baki margra áratuga vinna. Þessar virkjunarframkvæmdir eru með flóknustu framkvæmdum sem ráðist í hér á landi og höfum við mikinn metnað fyrir að standa vel að þeim. Af nýframkvæmdum sem við erum komin hvað lengst með að undirbúa má nefna vindlundina í Búrfelli og Blöndu og Hvammsvirkjun. Þróun vindlundana byggir á áratuga reynslu sem við höfum af farsælum rekstri á 2 vindmyllum sem reistar voru í rannsóknarskyni við Búrfell. Við teljum nú það svæði vera tilvalið til uppbyggingar vindlundar með allt að 120 megavatta uppsett afl. Einnig sýna rannsóknir að við Blöndustöð gæti risið allt að 100 megavatta vindlundur.
Báðir þessi staðir eru tilvaldir til uppbyggingar vindlunda með tillit til þeirra sterku innviða sem til staðar eru. Alls höfum við varið hálfum milljarði yfir 10 ára tímabil í að undirbúa þessa virkjunarkosti. Hvammsvirkjun verður 8. vatnsaflsstöðin sem nýtir þetta vatnsfall af Þjórsár og Túnarsvæði. Virkjunin er vel staðsett með tillit til þessara innviða sem til staðar eru, en þarna munum við nýta auðlindina betur og í ljósi þess að þarna eru virkjanir sem þegar hafa byggt upp þessa sterku innviði, að þá nýtist þarna þessi uppistöðulón sem fyrir eru, línur og vegir og ekki verður þörf á því að reisa þarna flutningslínur fyrir þessar 720 gígavattstundir sem þessi 95 megawatta aflstöð mun framleiða. Virkjunin hefur verið staðfest á skipulagi og mati og umhverfisáhrifum er lokið, en leyfisveitingaferli hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Alls höfum við varið yfir 4 milljörðum yfir 30 ára tímabil í að undirbúa þennan virkjunarkost. Ef ekki verða frekari óvæntar tafir, gætu þessi kostir samkvæmt hröðustu tímalínu farið að skila grænni orku inn á kerfið eftir 4 til 5 ár, það er ekki fyrr en 2026 eða 2027. Við erum sífellt í rekstri okkar aflstöðva að leita leiða til þess að hámarka nýtingu þessara dýrmætu orkuauðlinda sem okkur hefur verið trúað fyrir. Við höfum greint tækifæri í mörgum okkar aflstöðva til þess að ýmist endurnýja búnað eða bæta við nýjum vélum og þannig auka uppsett afl. Takmörkuð aukin orkuvinnslu geta fæst með flestum þessara verkefna, en það er mikilvægt að huga að aukningu á þessu uppsetta afli fyrir kerfið okkar til þess að geta byggt upp vindorku. Mörg þessara tækifæra eru til staðar þökk sé áratuga fyrirhyggju við hönnun stöðvanna. Önnur eru tilkomin vegna tækniþróunar sem hefur skilað sér í framþróun á vél- og rafbúnaði sem við nýtum okkur þegar kemur að endurnýjun vélanna. Varðandi fyrirhugina þá er það nú svo að ein afleiðing hnattrænnar hlýnunar er aukin jöklabráðnun og mun sú þróun halda áfram næstu áratugina. Þetta er að valda auknu vatnsrennsli í gegnum vatnsaflsstöðvar okkar. Sumar vatnsaflsstöðvanna voru hannaðar þannig að gefið var svigrúm til að bæta við viðbótarvél ef að þörf myndi krefja vegna aukins rennslis. Dæmi það er Sigöldustöð, sem er falleg vatnsaflsstöð á Þjórsár- og Túnarsvæðinu, gangsett 1978, drottningin eins og hún er kölluð. Með nýrri þrýstipipu, viðbyggingu, nýrri vél og víkkun frárennsliskurðar getum við aukið aflið á þessari stöð 50 megawatt og þetta verkefni er nú á verkhönnunarstigi. Annað dæmi fyrirhyggju við hönnun er Búrfellsstöð 2, nýjasta aflstöð Landsvirkjunar, sem gangsett var árið 2018. Þessi aflstöð var reist neðanjarðar til að lágmarka áhrif ásýndar mannvirkja á landslagið. Líkt og þið sjáðu á þessari þverskurðsmynd af hönnun stöðvarinnar að þá er hún í dag með eina 100 megawatta vél. En það var gert ráð fyrir svigrúmi til þess að bæta við annarri vél síðar meir þegar þörf krefur. Þetta er ekki sjálfsagt fyrir neðanjarðar mannvirki en við erum í dag þakklátt fyrir þessa framsýni við hönnun. Og við sjáum einnig tækifæri til þess að stækka jarðvarmastöðvar okkar og ber þar helst að nefna stækkun Þeistareykjastöðvar. Þar eru nú 2 vélar með 90 megawatta uppsett afl, gangsetta 2017 og 2018. Við lögðum til grundvallar varfærna nýtingu á jarðvarmasvæðisins og hefur rekstur stöðvarinnar gengið vel, enda var mjög vel staðið að framkvæmd hennar. Við erum nú með til skoðunar að bæta við að minnstakosti einni vél, en þannig gætum við aukið uppsett afl stöðvarinnar allt að 60 megawatt. En líkt og Jóna kom inn á áðan þá sjáum við einnig fjölmörg tækifæri í því að vinna að eigin orkuskiptum í framkvæmdum. Og við höfum stigið nokkur mjög mikilvæg skref í þá átt og við munum halda ótrauð áfram, enda höfum við hjá Landsvirkjun okkar innra markmið að verða kolefnishlutlaus árið 2025. Við byggingu Búrfellsstöðvar 2 þá þróuðum við í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands
vistvæna steypu og náðum þannig að lækka kolefnisspor steypunar 30%. Og í ár buðum við út verk grjótvinnslu við Þórishofsstíflu þar sem vænt kolefnisspor verktaka gilti 10% til móts við verð við val á tilboði. Og á næsta ári að þá ætlum við einnig að stíga okkar skref í orkuskiptum við jarðborun þegar að Þór rafmagnsspor jarðborana verður notaður við gufuöflun á Þeistareykjum. En það er öllum skýrt að til að við getum mætt þessum skuldbindingum Íslands að þá þurfum við að auka græna orkuvinnslu. Og við hjá Landsvirkjun, við munum áfram stefna að orkuöflun með framsýni, sjálfbærni og öryggi að leiðarljósi.